Góðan daginn og hjartanlega velkomin á þennan fund Landsbankans sem ber yfirskriftina ábyrgar fjárfestingar til framtíðar. Það er best að byrja á að fara yfir hvað það er sem ábyrgar fjárfestingar þýða. Þar erum við að horfa á fleiri þætti heldur en fjárhagslega þegar við greinum fjárfestingarkosti. Þannig horfum við til þáttar sem að líta til samfélagslegra þátta, félagslegra þátta, umhverfisþátta, stjórnarhátta hjá þeim fjárfestingarkostum sem við erum að meta. Er þetta mikilvægt að leggja áherslu á ábyrgar fjárfestingar? Við sjáum á þeim rannsóknum sem við höfum lesið að þetta er mikilvægt. Rannsóknir styðja það að þeir sem hafa innleitt góða stefnu ábyrgar fjárfestingar inn í sínar fjárfestingar, þeir hafa verið að ná betri árangri heldur en hinir. Þess vegna skiptir þetta máli. Við sjáum að stefnum ábyrgar fjárfestingar og vel innleitt, þetta er ekkert annað en góð stýring á áhættu og það er þar sem að fjárfestar þurfa, það er að stýra áhættinu sinni. Við sjáum líka að fjárfestar, þeir gera oft mjög mikla kröfur, stundum eru kröfur fjárfesta svolítið ósanngjarnar og stundum missa fjárfestar sig í það að horfa til of skamms tíma. Þess vegna skiptir miklu máli að fyrirtækin hafi markað sér góða stefnu til langstíma og stefnu sem að tekur tillit til samfélagsþátta. Við sjáum þetta til að mynda á markaðnum. Við á markaðnum gerum kröfum á fyrirtækin að þau birti uppgjör 4 sinnum á ári og það getur verið heilmikið pressa og þar af leiðandi kannski ekkert ólíklegt að detta stundum í aðeins detti of mikil skammtímasjónarmið og þess vegna skiptir svo miklu máli að hafa styrkan og góðan ramma bak við sig þannig að pressan af þessum skammtímasjónarmiðum verði ekki ofan á. Nú ferðalag okkar hjá Landsbankanum, það má eiginlega segja að við höfum gert það opinbert hér fyrir 3 árum síðan þegar við kynntum á svona opnum fundi stefnu okkar ábyrgar fjárfestingar, en það var á árinu 2013. Það að kynna þessa stefnu, þannig byrjaði það ekki, heldur byrjaði þetta ári fyrr á töluvert mikilli vinnu því að það að setja sér stefnu, það er mikil vinna sem er á bak við það, því það er hægt að gera þetta á svo marga vegu. Við vorum mjög heppin með þá ráðgjöf sem við höfðum. Hann Finnur Sveinsson sem er með okkur hérna í dag, sem er sérfræðingur í málaflokknum, hann leiddi okkur í gegnum okkar vinnu og við vorum líka heppin með það hvað starfsmennir tóku vel í verkefni með okkur. Og eftir að skoða þetta mjög vel, að þá var ákveðið að við myndum velja leið sem að horfi til viðmiða sem að Sameinuðu þjóðirnar settu árið 2006 sem kallast PRI. Það eru PRI staðlar. PRI stendur fyrir Principle Responsible Investments og við ákveðum að skrifa undir þá staðla og fylgja þeim. Þannig að við höfum skýran og góðan ramma. Síðan þá höfum við verið að innleiða þessa stefnu inn í eignastýringu bankans, inn í fjárfestingar sem eiga sér stað þar. Nú stefnunni er ætlað að búa til góðan ramma fyrir okkur til þess að gera okkur kleift að samþætta þessa samfélagsþætti inn í fjárfestingaákvarðanir. Hún á að búa til skilvirka og trúverðuga nálgun þegar við lendum í álitaefnum, en við hvikum hvergi frá okkar arðsemismarkmiðum. Þannig að þetta er jafnvægi sem þarf að nást. Við leggjum mikla áherslu á það í okkar stefnu að stunda virka og góða upplýsingagjöf, bæði þá inn í banka og út úr banka, og ég myndi segja að fundurinn í dag sé einmitt akkúrat liður í því að framfylgja stefnunni. Við fengum aðild að samtökunum árið 2013 og gerðumst þarna undirskriftar aðilar og höfum síðan þá þurft að skila framvinduskýrslu, höfum gert það í tvígang til þess að láta vita hvernig okkur er að ganga og erum mjög stolt af því að vera fyrsta fjármálafyrirtæki hérna á Íslandi til þess að skrifa undir PRI. En hver er svona almennt staðan hérna á innlenda markaðnum og staðan almennt? Við sjáum að áherslur í samfélagsmálum og umhverfismálum er að fá aukna athygli fjárfesta sem er mjög gott. Og við sjáum sérstaklega á síðustu 2 árum að þetta er að komast vel á dagskrá. Við sjáum líka á þeim gögnum sem við fáum frá PRI, það er mikill gagnabanki sem að gagnast okkur vel, að það er mikil þróun eiga sér stað út í Evrópu. En við skynjum á því sem við sjáum þar að við hérna heima erum eftirbátar, við erum ekki komin jafn langt, en við erum vön að vinna hratt, þannig að ég er bjartsýn.
En við sjáum líka að það að Sameinuðu þjóðirnar skyldu setja þetta svona skýrt á dagskrá og draga til sín stóru og öflug fjármálafyrirtæki árið 2006, það hefur komið mikilli hreyfingu af stað úti í Evrópu og við sjáum að þetta er að skila sér hingað heim og við sjáum þegar að það eru aðilar hérna heima sem að skipta miklu máli, stórir fjárfestar, sem hafa sett sér góða stefnu og við sjáum dæmi þess að það hafa aðrir valið að gera eins og við, þar að segja nokkrir lífeyrissjóðir sem hafa skrifað undir þar sama og við gerðum. En við sjáum að það er allt gert opinbert hjá PRI, við sjáum að lífeyrissjóður Verslunarmanna er þarna og Sameinaði lífeyrissjóðurinn og LSR. En það er algjörlega ljóst og hefur sýnt sig úti og að fjárfestar þurfa að keyra þessa þróun. Það eru þeir sem þurfa að gera þessar kröfur. Og við höfum einmitt svo flott dæmi úti eins og í Noregi, norski olíusjóðurinn, hann hefur fylgt mjög harðri stefnu í ábyrgum fjárfestingum og hefur haft mjög mikil áhrif út fyrir Noreg. Það er einlæg trú okkar að við séum að taka þetta ferðalag saman. Við ætlum að vera duglega að láta vita því sem við erum að gera og eiga góðar og virkar samræður til þess að þróa þetta áfram á okkar eigin markaði. En hver eru þá næstu skref? Hver eru svona líkleg næstu skref? Lykilatriði að áhrifavaldar á íslensku markaði, þar að segja lífeyrissjóðirnir, sem eru svo stórir fjárfestar, að þeir keyri þessa þróun. En það er líka mikilvægt að umgjörðin okkar og svona eftirlitið okkar styðji okkur. Og þess vegna finnst okkur alltaf svo gott að rifja upp mjög flott dæmi þegar að það voru gefnar út leiðbeiningar stjórnarhætti fyrirtækja. Í raun og veru má segja að Kauphöllin hafi innleitt þetta með mjög mildilegum hætti því það var gerð bara krafa að fyrirtækin greindu frá hvernig stjórnarhættirnir væru, hver stefnan væri og hvar frávikin lægju. Og það að gera þetta svona að bara koma svo á dagskrá og láta fyrirtækin byrja að hugleiða málaflokkinn gerði það að verkum að fyrirtækin vildi ekkert vera lengi í fráviki. Það er svona ýtir við mönnum á mjög mildan og góðan hátt. Og ég held við séum akkurat með það sama upp á teininginu núna. Við þurfum að koma svo á dagskrá en við þurfum að gera það mildilega því annars við gætum svona mist móðin ef við gerum það á annan hátt. Það að við séum núna að taka þetta aðeins ennþá dýpra inn í okkur. Við höfum þessa vikuna verið að vinna með erlendum sérfræðingum sem eru gestir okkar hér í dag inn í banka. Þeir hafa verið að fræða okkur inn í framkvæmdastjórn og lykilaðila í bankanum. Var þannig mál að okkur fannst við ekki geta legið ein á því, heldur ákvaðum að efna til fundarins. Það er sem sagt tilefni þessa fundar að við erum með þessa góðu gesti og annar þeirra verður frummælandi hér í lokin. Mér langar að nota tækifæri fyrst ég fæ það að þakka þeim sem hafa verið að vinna með mér í málaflokknum inn í banka. Án ykkar myndi ég ekki standa spariklædd og vera að segja frá því sem við erum að gera. Bara takk kærlega. Og þetta er starfsfólk líka Landsbréfa og svo hagfræðideildarinnar okkar. En hagfræðideildin okkar, hún hefur sett málið á dagskrá. Þar fara fram greiningar á skráðum útgefendum og það er búið að ákveða að byrja núna að spyrja fyrirtæki út í fleiri þætti heldur en þessa fjárhagslegu. Fyrst sinn verður upplýsingum safnað saman á skipulegan máta en síðan geri ég ráð fyrir því að þessar upplýsingar muni hafa áhrif á verðmat deildarinnar og það verður síðan gert opinbert því að verðmötin eru gerð opinber. Þannig að þá er hægt að fylgjast með því hvernig þeir eru að meta þessa þætti inn í það verð sem er gefið út. Þannig að þetta er svolítið spennandi. Ég fengi hana Hrönn Hrafnsdóttur til að stýra fundinum fyrir okkur í dag. Okkar býður mjög spennandi dagskrá og ég ætla ekki að tefja þetta lengur. Kannski fá að kynna þig, Hrönn. Hrönn, hún er viðskiptafræðingur frá háskólanum hérna heima og hún tók masterspróf frá sama skóla í auðlinda- og umhverfisfræðum. Hún starfa núna sem sérfræðingur hjá Reykjavíkurborg í loftslagsmálum og sjálfbærni, auk þess að vera verkefnastjóri grænna skrefa í rekstri borgarinnar. Takk.